Komið sæl, þetta þátturinn Frumkvöðlar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Jóhanna og Guðrún frá Systrasamlaginu. Verið velkomnar. Takk fyrir. Og ætlaði svona byrja á ykkar bakgrunni. Hver hann, Guðrún? Já, ég kem einhvern veginn ekki beint úr heilsugeiranum. Systir mín á lengri sögu þar, en sko, það má segja ég hafi skrifað mig inn í hann. Ég var náttúrulega blaðamaður í mörg ár og vann svo listahátíð og maður kynntist ýmsu þar, en svo að því að systir mín var búin að vera svo lengi í þessum bransa, þá fór ég svona að horfa yfir öxlina á henni og mér fannst þetta svo áhugavert, sko. Og þá mín leið svona, þá fór ég að skrifa þetta. Og ég skrifa mig inn í allt til að ná mér í þekkingu, sko. Já. Og mér finnst þetta alveg ótrúlegur heimur sem að sanna sig, þessi heilsuheimur, það sem þetta fólk búið að vera að segja í öll þessi ár, það allar vísindalegar rannsóknir að styðja það í dag. Já. Og svo ég bara ég nýjungagjörn og frumkvöðl í eðli mínu, svo það ekkert óeðlilegt að maður sé í stofnun umtækis. En þú, Jóna? Ég búin að vinna í þessum heilsugeira frá því ég var bara 20 og útskrifast á menntaskóla og fór að vinna fyrir heilsuhúsið. Og ég var að vinna þar í næstu 25 ár. Pínuhléum? Já, með pínuhléum, en svona búin að sjá það fyrirtæki vaksa og dafna og fylgjast vel með þessum heilsuheimi þróast. Já. Og svo kom tækifæri núna til þess að breyta til og stofna mitt eigið fyrirtæki með Gunnu systur og sem náttúrulega bara draumur. Já. Systrasamlagið, það það tengist sem sagt heilsugeiranum? Já, það gerir það og mun gerir það, en að koma þetta nafn einhvern veginn löngu áður við ákvaðum að fara að vinna þetta Systrasamlag. Mér fannst að það eftir einhvern tímann að koma fram í einhverju formi, sko. Já. Og var alltaf að burðast með það og svo bara þegar tækifæri gafst þá var að tilvalið nafna á fyrirtækið. Já. Og við erum líka bara svona hluti alltaf á stórum kvennahópi, við erum mikið af vinkonum og við erum allar í sömu pælingunum. Já. Og mér finnst einhvern veginn eins og við allar getum rúmast þarna inn í einhvern veginn, sko. Já. Þannig en við erum manneskjurnar í þessu núna. En hvað svona ykkar sérstæði í Systrasamlaginu? Við erum náttúrulega bara með hennan heilsuramma, en tökum líka svolítið andlega þáttinn með það. Erum með fókusin á jóga og hugleiðslu og svo þetta erum við með hollan og góðan mat og notum sem mest lífrænt og við getum. Og svo erum við með svona bætiefni og snyrtivörur og þetta sem svona í þessum lífræna að gera. Já. En kannski erum við með, sko, þetta svona nýja sjoppan. Þú veist, þetta var náttúrulega sjoppa þarna sem við erum með þetta á Seltjarnarnesi. En þar á undan okkur voru seldir hamborgarar og pulsur og svona. Og okkur fannst bara tímabært að breyta þessum kúltúr og koma með eitthvað heilsusamlegri kost þarna fyrir framan sundlaugum Seltjarnarnesi. Já, þið staðsetta þar? Já, við erum staðsetta þar og sumir segja þetta sé skúr, ég held að það sé einhverja gamla minningar. Það var eins og skúr þarna, þetta bara eiginlega falleg retro bygging og ég held að öll krúttin sem koma til okkur segja þetta sé mjög smart skáli svona sem við erum í. Já. Og en okkur fannst þetta svo mikill kontrastur að það var eiginlega alltaf hamborgara lykt í heitapottinum á svona ákveðin átt þarna, þú veist. Þetta var eiginlega, passar ekki lengur en það fann maður það þegar við komum fram og stegum fram með þessa hugmynd að það voru einhvern veginn allir í hjarta sínu sammála okkur. Þetta var orðið löngu tímabært. Og okkur langaði einmitt eins og ég segja heilsubúðir margar rosa fínar, en þær eru meira og minni í matnum og vítamínunum og svona, en okkur langaði að stíga þetta andlega skref og það svona kannski það nýja sem við höfum fram að færa. Já. Og líka við erum með fatnað líka úr lífrænni bómull sem jógafatnað sem svona nýjungallega, Það segja, hann hugsaður sem jógafatnaður, svona 360 gráðu fatnaður samt, en þú ert smart í honum, þú sért ekki jóga, skilur. En hvað langt síðan þið byrjuð? Það 7 mánuðir, já. Þetta nú ekki langur tími. Maður ennþá með 7 mánuða gamalt barn í höndunum að vinna með það. Þannig það. En hvað langt síðan hugmyndin kviknaði í rauninni?
Það er gaman að segja þá sögu. Það var eiginlega í janúar. Já, akkurat. Já, á síðasta ári. 2013. Já, þá fórum við í mjög skemmtilega ferð til Skotlands, ákvaðum bara svona að fara í jóga og hugleiðsluferð í Tíbet munkaklaustur í Skotlandi. Og að því við höfum verið svona hugleiða, verið í svona núvitendar pælingum og svona að temja okkur hausinn og fengi mikið út úr því, þannig að við ákvaðum að hilsa upp á klaustrið og bara skella okkur á jóga námskeið og fara svona inn í þetta samfélag. Þetta er svona lítið þorp sem hefur byggst þarna upp og þá bara fara hugmyndirnar að flæða. Það er bara svona munkarnir, skilurðu, þegar þeir huglega mikið þá hafa þetta svo kallar þetabilgju bara eru því dagstaglega og þá kannski verða hugmyndir svona framkvæmanlegri, þá samræmast heilakvölin og þetta er kannski það sem við höfum verið að gera. Við höfum bara smám saman verið að samræma heilakvölin og framkvæma það sem við höfum áhuga á. Okay. En hvaða leið fóruð á námskeið eða bara framkvæmdið? Nei, við fórum auðvitað á námskeið. Já, byrjuðum að skrifa náttúrulega bara niður hvað við vildum gera, svo fórum við á námskeið, stofnun og rekstur smáfyrirtækja upp í nýsköpunarmiðstöð og það var bara mjög gagnlegt og þá líka bara gat maður svona rammað hugmyndina inn og líka bara svo gott að skrifa þetta allt niður og setja sér markmið og allt þetta og það var bara mjög gagnlegt. Það var mjög gagnlegt. Og hitta annað fólk líka sem með hugmyndir og framkvæma og bara, það er bara einmitt. Það hafði mjög mikið gagnaði að fara á þetta námskeið. Var þetta brautagengis námskeið? Nei, þetta var ekkert svona langt námskeið, þetta var stutt og svona, stutt og hektíst námskeið. En ekki langt svona brautagengis. Ég fór í það sjálf árið 2000, þannig en svo sem alveg búin að gleyma öllu þar, en það er svo mikið nýtt að gerast í þessum heimi, þannig að þetta var svona allavega góð viðbútt. En Jóhanna er alltaf búin að vera, hún var rekstrarstjóri heilsuhússins. Þannig að hún hefur svona gott rekstrarlegt auga. Og líka bara í þessum, hvað segir maður, í þessum heilsugera þá er svo mikið búið að vera að gerast svo mikil framþróun og maður þurfti alltaf að vera skrefinu og undan og það er svona eðlið eða hjá mér að vera að leita uppi inn í tækifæri og sjá hvað er að gerast og einhvern veginn líka bara, maður er svo mikinn áhuga á því að bæta sjálfan sig, skilurðu, að fá það besta út úr sjálfum sér og styrkja sig bæði andlega og líkamlega. Þannig að þetta er svona bara brennandi áhuga á þekkingu, sko. Já, á þekkingu í þessum heimum mjög og þú veist, það er auðvitað, svo er maður að vinsa út, þú veist, það er auðvitað fullt af bulli, en það er fullt af frábæri þekkingu líka. Og það maður verður auðvitað svolítið sjóaður í því með tímanum, að vita hvað er. En hvernig er með fjármögnun? Fóruð í bankan eða fenguð styrk? Við hefum nú ekki sótt neina styrki ennþá, en við höfum kannski þurft að gera það eitthvað staðar. En við svona, bankinn og svona tengt inn á fjölskyldan sem ítt okkur vör. Og svo erum við bara sann okkur. En er þið að horfa sérstaklega á íslenskar heilsuvörur eða Nei, við erum alltaf svona bara global og lokal í senn, þú veist, ég meina heimurinn liggur undir, þannig er til dæmis að í Los Angeles það er mesta jógafjörið og það þýðir að það er mest að gerast í svona þróun jógafatnaðar og jógavara og svona, þannig að til dæmis þetta mandókamerki og pransikleopard sem við erum með, þetta kemur frá Ameríku. Það er bara mekka jógans í Ameríku, það er bara ekkert flokknara, heldur með það. Og svo erum við með til dæmis vítamín frá Bretlandi og Bretar eiga sér mjög sterka sögu og góða í jurtum og fleiri þjóðverjar. Og líka bara það svona okkar leið er að horfa í svolítið hreinleikan. Að reyna að hafa, þú veist, auðvitað jógafatnaði lífrænan og vítamín sem við erum með eru ánallar fylliefna og aukaefna og allt þetta sem er oft fylgifiskur í vítamínframleiðslu og þegar maður fer að nefna við fólk til dæmis, myndirðu setja sterixsýru yfir matiðinn eða títaníumdíoxíð, skilurðu,
Þetta hljómar voðalega ógeðslega. Nei, skilur að því þetta oft í vítamín. Til að binda þau saman. Þetta bara lím og svo hylkin úr einhverjum undarlegum efnum. Já, oft. Já, geta verið það. En við vildum hafa þetta svona sem næst uppræðanum þannig og fyrirtæki sem við erum með sem heitir Viridian og það að nota jurtir, jurtahylki og að nota engin aukaefni eða fylliefni, nota bara bláberjaekstrakt og alfa og fleiri jurtir. Þetta svona skrefinu lengra, hugsað aðeins skrefinu lengra, heldur en kannski. Og þetta mjög lítið hjá okkur þannig að við þurftum að velja þetta bara vel. Já. Það sem við ákvaðum að setja þarna inn. Og næga velja, það vantaði ekki. Þannig að við erum bara stoltar í því að hafa valið þetta. Já. Einmitt. En við ætlum að fá auglýsingar og eftir auglýsingar þá ætlum að segja okkur nánar svona frá ykkar sérstöðu og svona. Já. Það sem að snýra Íslandi. Takk. Fáum auglýsingar núna. Komdu þér í mjúkin? Mjúkís, ís ársins 2014, komin í verslanir. Biðin á enda. Kjörís. Hreint loft eykur vellíðan. Ísmann hefur mikið úrval af pokasíum fyrir loftræsti kerfi að Lager að síðumúla 28. Ísmar, umboðsaðili Flaggwoods og Honeywell loftræsti búnaðar. Umgjarðir frá 4.244 krónum. Mikið úrval. Glerauglaverslunin Æsland, 5. hæð, Glæsibæ. Hótel- og gistihúsaeigendur, húsfélög, einstaklingar. Inni, eldvarnar, renni og glerhurðir. Víkurás, Reykjanesbæ og Gylfaflöt. víkurás@víkurás.is. Græni svanurinn prýðir Ajax. Gerðu heimili skínandi hreint með Ajax. Legur í bíla og tæki. Kúlu, kefla og keilulegur, nála og línulegur, fláns og búkalegur. Fálkinn Suðurlandsbraut 8, fálkinn.is. Mikið úrval af vönduðum skrifstofuhúsgögnum. Tilboðsdagar í febrúar. Alltaf 35% afsláttur. Inneggsinnréttingar Fosshálsi 1. Ég, þú og Marmaris, sumarið 2014. Bókaðu ferðina þína á sumarferðir.is. Sumarferðir eru betri en aðrar. Sandblástusfólía, skiltakerfi, bílamerkingar og fánar, merkismenn.is. Trúin flytur fjöll, við flytjum allt annað. Sendibílastöðin, sími 553 5050. Höfuðborgarstofa þakkar borgarbúum, Icelandair og Símanum fyrir magnað samstarf á vetrarhátíð. Vellíðan. Þegar líkaminn fullur af orku og sálin glöð. Þegar við sýnum okkur sjálfum þá virðingu sem við eigum skilið. Við stefnum að vellíðan. Livia. Lifið heil. Sandblástusfólía, skiltakerfi, bílamerkingar og fánar, merkismenn.is. Beint úr Hrafnaþingssettinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hefði aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, Kerfisstofnun Íslands. Hér allt á einum stað. Sölukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánadrottnar, launakerfi. Og þetta svo einfalt, það einn takki, ít á einn takka, kannski annan, fyllið út eitthvað smávegis, ítu svo á annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu, launin, verkbókaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður eins og ég þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raun og veru svona einfalt. Prófaðu nýjan Stolpa frítt í 60 daga, stolpi.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt.
komið sæl aftur, þetta þátturinn Frumkvöðlar og hjá mér Jóhann og Guðrún frá Systrasamleginu og þið eru staðsettar á Seltjarnarnesi hjá Sundlauginni. Eru þið með matstofu eða hvernig? Já, svona eins konar litla, sjoppumaturinn hefur breyst, við getum allavega orðað það þannig. Við bjóðum upp á bústaður ykkur svona bara mjög góður hráefni og við erum með samlokur og mjög góður hráefni til dæmis líka. Og svo erum við svona eins og tíagraut og við erum með kaffi og bara lífrænt og lífræna mjólk, þannig að við erum alltaf að fá bara mjólk í fötu til okkar vikulega frá Bíóbú og með þennan litla ramma getum við þetta og svo bara vonandi ef við stækkum þá bara geta þið framleitt, en þeir ná ekki að framleiða svo sem mikið meira fyrir ykkur kaffhús, heldur bara svona lítið. Ég held að við séum 2 kaffhús sem eru með lífræna mjólk. 2-3 kaffhús. Já. Og svona, svo erum við að bakstra eitthvað og baka ýmislegt. Já, gera tíagraut og svona sem hefur súpur reglulega, grænmetisúpur og svona, og þetta bara aðalmálið, við erum mikla sælkerakonur báða tvær, við höfum alltaf verið það. Nú beinist það bara inn á þessa braut og við spáum mikið í hvort að til dæmis súpan sem við bjóðum upp á þessa vikuna sé fyrir hjartað eða ónæmiskerfið eða liðina. Þannig að við förum svona, en samt verður þetta umfram alltaf að vera gott. Já. En hollt og gott. En hvernig komið ykkur á framfæri? Já, við bara hefum fengið töluverða athygli. Það er bara þessi hugmynd sennilega hefur bara vakið þannig athygli að við höfum komið okkur þannig á framfæri. Svo náttúrulega gamli blaðamaðurinn í einu Guðrúnu að hún öflug á Facebook og Facebook við erum komið við 4200 fylgjendur bara á þessum 7 mánuði sem að ég skilst að sé bara mjög gott með að við hvernig þetta að gerast í dag. Og ég náttúrulega bara mikið PR manneskja, ég var náttúrulega kynningastjóri Listahátíðar í 7 ár, þannig að ég kann alla kanalana, áfrekar auðvelt með þetta og ég get skrifað vítamín og aðgengilegu máli og afla mér heimilda og upplýsinga og svona, þannig að svo er líka bara umfram allt að hafa þetta létt og skemmtilegt og þetta sé ekki bara eintóm auglýsingamennska, heldur líka svona út í stemningu og hafa svona stundum einhvern óþarfa fróðleik Hafið þið verið að bjóða upp á námskeið? Við erum ekki komnar þangað, það er eitt af því sem við erum að fara að skoða. En það sem kannski hefur vakið mest athygli hjá okkur er að okkur tókst svona að koma flotinu svolítið til almennings. Og hvað er það? Já, það er nú það. Flotið er alveg ótrúlega fallegt fyrirbæri. Hún heitir Unnur Valdís Kristjánsdóttir sem hannaði flothettu og fótaflot sem gerðist í vöruhönnun þegar hún var í Listaháskólanum. Og hún Unnur er svona gönguvinkona okkar til margra ára. Við höfum farið saman í alls konar ferðir á sumrin, miserfiðar og svona, en mjög gefandi. Og það er bara, þú veist, svona gerist bara viðskipti kvenna á hálendinu, það er bara mjög smart. Og við höfum bara haft mikinn áhuga á þessu verkefni hjá henni og það var eiginlega þannig á sín tíma þá kom eiginlega Jóhanna auga á þessa hönnun hennar og komin inn í sólina til að spá á sínum tíma eða svona mælti með henni þangað og það var svona fyrsta skrefið og en næsta skrefið var eiginlega að við stofnum til svona flothópa 2 ári í viku í Sundlaug Seltjarnarnes og þá ertu komin inn í svona það sem að almenningur er og þetta snýst bara að fljóta með hettu og fótaflót og starf í himinin eða hugleiða. Bara slaka á og loka augunum og það er líka bara að fá rými í sundlaugunum til þess að fljóta er náttúrulega líka yndislegt. Þetta er margir sem geta flotið en sjálfur en það er alls ekkert allir. Það er ekki alls ekki allir og þessi sem kannski fljóta sjálfur og er að fljóta í sundlaugunum hingað og þangað, það er alltaf verið að poti það og að halda allir að þið sé að drukkna. Þannig að þú veist, það er kannski að vera með líflausir. Já, líflausir þarna. En það var einmitt núna nýlega kom fullt af fólki sem kann að fljóta sjálf til þess að nota rýmið til að fljóta. Og er sér tími sem stig? Já, það er 2 ári í viku, þá hefur við verið með flot á mándum, korter yfir 8 á föstudögum, korter í 7, svona við erum ekki að tróða okkur inn á annað tímana til að byrja með, en það er líka til þess gert að fólk venjist okkur og svona
að það sé einn partur af sundlega menningunni kannski að fá að fljóta. Já. Og kannski fólk, þetta virkar á fólk óskaplega letilegt og eitthvað svona í sundleginni, en þetta ótrúlegt. Góð hugleiðsla. Já, þetta góð hugleiðsla og það eru mikla vísindalegar rannsóknir á baki floti þó að mennum hafa ekki tekist að gera svona græjur fyrir núna og það er íslensk hönnun sem náttúrulega dásamleg. En þá bara það að fljóta, það er bara mikið búið að rannsaka það og það er samstilling alveg hægra og vinstra heilakvelds alveg eins og í hugleiðslunni hjá munkonum, sko. Þannig að það verður svo miklu styttur á milli framkvæmda og hugmynda. Og fólk færi með góðar hugmyndir oft í floti. Já, það er eins og það leið að fara í gegnum allar erfiðu raddirnar, sko, sem að byrja að skjótast aðeins upp að byrja að fljóta, svo fer það bara svona dettur í undirmiðutundum og þá liggur eitthvað þarna undir niðri, skemmtilegt. Enginn að bjóða upp á svona munkanámskeið eins og þið fóruð á í Skotlandi, hérna heima? Jú, það er eitthvað byrjað, sko. Við fórum í gegnum, það er hugleiðsla og friðarmiðstöðina sem er með svona reglulega, en það er svo dásamlegt að komast í burtu, burt frá öllu og gera þetta alla leið. En mér finnst einhvern veginn svona vísir að þessu komin. Það eru svona einstaka hugleiðslu helgar á vegum hinna og þessa sem er í boði. En það er kannski, það sem að maður vildi sjá eitthvað starf út á landi, það sem að væri bara jóga og hugleiðsla alltaf árið og góður grænmetismatur og flotið og allt þetta, og bara allt þetta yndislega mikla vatn sem við eigum. Það er hægt að gera miklu meira heldur en kannski bara að byggja sundlegar, sko. Heldur við séum ekki að nota tækifærin? Ég held ekki alveg alla leið, sko. Ég held að sé hægt að gera svona öðruvísi sundlegar. Já, maður hefur séð, vinkona mín fór til Kóreu núna í vetur og þar var hún að sýna með myndir hvernig þeir eru að gera, nota vatnið sitt og gera gera fossa og svona nýta vatnið öðruvísi, sko. Og það er svo mikil stemmingu, sko. Það er svo mikil hugleiðslumenning að þeir eru að nota þetta í, sko. Og ég held að það sé ónýtt tækifæri í þessu hér. Það myndi vilja sjá eitthvað svona skemmtilegt hérna. Eitthvað tengt ferðaþjónustu. Það er retreat bara, almennilegt retreat. Bara fyrir Íslendinga, eins og við vorum einhvern tímann að tala með þetta, var kannski svona að fara í svona flot eða hugleiðslu, þetta er svolítið eins og nýja kirkjan eða svona, og ferð inn á svona svæði þar sem að þú getur verið svolítið einn með sjálfum þér og svona endurnýja þig. Það var einmitt við efndum til þegar var svona menningarhátíð á Seltjarnarnesi, þá fenguðu þeir lána græjur frá ITR þar sem að hljóðið, hátalar voru sett niður ofan í vatnið og það var spiluð bara svona fallið tónlist og það mátti allir koma og prófa að fljóta og maður heyrði bara þessa tónlist ofan í vatninu eða í heitapottum með að styrta þetta. Leiðnin var bara í gegnum vatnið og þetta var svona moment klukkan 11 á sundarsmorgni. Þetta var nýja kirkjan, þetta var gullfallegt moment. Þannig að þetta eigum við svolítið kannski eftir að fá bara. Skoða. Okkur dreymir Sigurhúsaflott, helst live. En sjáum hvað setur, maður verður bara að varpa þessu fram. Eru þið búin að hafa samband við það? Dýri kemur, pabbi eins úr Sigurhús, kemur oft til okkar og spila fyrir okkur og svona. Og við nefnum þetta við hann. Ég bara vona að hann komi sér til skila. En hvað eru Íslendingar staddir svona í sambandi við heilsu og þetta heildræna? Sem margt mjög gott að gera. Það er mikil vakning. Og einhvern veginn líka finnst mér fólk vera átt að sá því að taka, sko, það er ekki nóg að tæma bara kroppinn, sko, þú þarf líka að næra hugan og þetta þarf alltaf að vera í svona jafnvægi. En svo sumir sem segja, sko, þetta góða sé að batna og vonda að versna. Skilurðu, ég veit ekki alveg hvort að það sé rétt, en Eru við svolítið öfgakennd? Já, en það er líka bara það sem er svolítið skemmtilegt við okkur, finnst mér. Það er sjálfminn okkar, sko. Já. En er ekki pendullin að fer alltaf í sikkur áttir á hana fyrir miðuna? Já, við erum núna að sveiflast og mér varst einmitt svo fallegt því ég sá þarna í þætti, eða prófessor í lýðheilsufræði var að tala um að næstu áratugir myndi einkennast af því að við fyndum
sálar og það bara næsta skrefið. Við erum búin að reyna svo mikið í mataræði og hlaupum og öllu þess en það vantar þennan þátt inn í sko. Og ég held að það sé næst og ég finn það því að við erum hann hjá World Class og það svo mikil vitundavakning hjá einkaþjálfunum líka. Þeir eru að senda núna sína skjólstæðingi í jóga. Bara til þess að þeir fái þann þátt líka inn. Það líka kannski bara fólk sem búið að reyna mikið á sig og kannski í mikilli streitu, kannski ekki alveg rétt að málið að fara í crossfit eða játmannin eða eitthvað. Þeir mæta sko margir hverju og segja bara ég ætla í játmannin, þá eru þeir farnir að stoppa, taktu hérna jóga með þessu eða heilvæslu. Þannig að það maður finnur það margir að vakna. Að fá eitthvað svona jafnvægi á þetta, Og maður sér að þetta mikið jóga ár í ár, það eiginlega jógasprengja líka. Það svona fyrsta skrefið af hugleiðslunni, sko. Það alltaf sagt jóga eingöngu fyrir hugleiðsluna. Þannig að... En hvernig í sambandi við matvælaframleiðslu hérna á Íslandi, getum við gert eitthvað betur þar? Erum við með ónýtt tækifæri? Miklu betur. Ég hef alltaf sagði þetta alltaf þegar ég var að vinna í heilsuhúsunum, sko, að það sem að vantaði svo eitthvað gott fyrirtæki sem var að framleiða heilsusamlegan mat af því að mikið af þessu sérfæði sem var að vera að flytja inn svo glútenlaust og allt þetta meira minna allt innflutt og það hægt að framleiða svo miklu meira hér og bara að stíga þetta skref til dæmis af því að ég veit að Whole Foods ætlar að fara innan fárra ára að merkja íslenska smjöri sem erfðabreytt og það vegna þess að þeir fá náttúrulega fæðuna og erfðabreytt korn og auðvitað þeir eru bara sannleikanum samkvæmur og verða að láta viðskipta sínum vita hvernig málin eru stödd og það víst svo lítið, það þarf svo lítið skref til þess að gera þetta lífrænt og almennilegt og sleppa við þennan stimpil. Og líka svo bara að gera bændum og þeim sem eru í þessu auðvitað fyrir að svona styðja við þennan geira og hjálpa til sko. Að því eins og segi við erum með mjólk frá Bíóbú og hún ekki á almennum markaði. Hægt að fást í verslunum sko lífræna mjólkin vegna þess að það vantar stuðning, það var einn aðili sem misti vottunina og þá bara einhvern veginn getur almenningur ekki nálgast lífræna mjólk sem mjög sorglegt. Vantar kannski einhverja svona samvinnu á milli svona stofnana og bænda og örugglega og frumkvöðla kannski og frumkvöðla við erum láta fólki tala saman og líka kannski bara gera þeim kleift að eins og selja eins og reynda að byrja að selja á sínum bæjum það sem þau eru að gera þannig að þetta fari ekki bara allt í eina samsuðu og það sé engin sérstæða það sérstæðan, það framtíðin og maður sér það eins og til dæmis við fáum aðeins að njóta þess og svo þegar Lauga opnaði á sínu tíma þá sá maður þarna eitthvað skemmtilegt að gerast ég held að svona hverfa búðir sé að vera svolítið aftur Já, við séum aftur að fara í það líka það verður, ég spái því að verði komið svona kaffihús í hvert hverfi fólk vill bara hafa sitt kaffihús því við erum öðrum þræðið þetta kaffihús og líka bara eins og við segjum ég veit ekki hvað margar sjoppur fyrir utan sundlegar út allt land og okkur finnst bara frábært ef við getum gefið fólki hugmyndir af því hvað hægt að gera við sjoppuna og það er ekki alltaf að vera pulsur og Nei, alls ekki fólk ánægt hjá okkur og bara tekur okkur fagnandi og bara ótrúlega þakklátt fyrir að hafa þennan kost sko. En eru þið með heimasíðu? Við erum, hún í vinslu systrarsamlagi.is en við erum ægilega duglegar á Facebook og þá það bara facebook.com systrarsamlagi það auðvelt að finna okkur þar en hinn í vinslu vegna þess að það svolítið eftirspurn eftir því að við seljum út á land og svona þá þarf maður að láta vörurna liggja fyrir En þið með ykkur ráð til fólk sem heima og með hugmyndir? Já, bara eiga góða systur og bræður og gera eitthvað leita til systur og bræðra Nei, það svo gott að þekkja viðkomandi vel og hafa ólíka kosti og akkurat og bara tröst og bara framkvæma það sem maður langar að gera hugleiða kannski fyrst þá getur maður framkvæmt það sem maður að hugleiða á svona í skynsaman hátt kannski koma í flottíma til að byrja með góð hugmynd Það gaman að spjalla við ykkur og frábært að heyra hvað gengur vel og takk innilega fyrir komuna og ég hvet ykkur endilega til þess að kynna ykkur systrasamlagið og flóttíma í Seltjarnarneslaug og ég þakka fyrir kvöld og við sjáumst þetta viku Stars shining bright above you
Night breezes seem to whisper